Ég meina Þuríði Andreu, hvers dóttir ertu? Óttarsdóttir. Óttarsdóttir. Þú ert eina af þeim sem í 7. bekk og hefur búin að vera í 4 vikur að vinna rosa flottu verkefni með Heiminn Geiminn. Og hvað ert þú að læra mest af þessu, finnst þér? Það fyrir náttúrulega bara eiginlega alla plánetunar, hvað það eiginlega merkilegt, hvað á þeim og ekki. Og að læra það, hvað á plánetunum og allt? Já, eins og til dæmis á Mars eldfjall sem að við erum búin að vera að læra og eitthvað. Ok, og varstu þá kannski að fylgjast með þegar geimfarið fara á Mars? Það var daginn. Já, við vorum eiginlega að fylgjast með því og svo erum við að horfa á mynd í næsti og ensku tíma Apollo 13. Já, þannig að þið eru að læra rosalega margt. Þið eru að læra ensku, þið eru að læra tölvur, þið eru að læra náttúrulega bara jarðfræði og alls konar þess áttar, eða ekki? Jú. Þannig að þetta er svolítið svona rosalega stórt, það sem þið eru að læra alls konar. Já. Og þarna er ekki svolítið gaman að vera að læra þetta til eins og svo þið með iPad-a, tækni og þetta er allt bara nýjasta tækni. Þið elskið þennan svolítið. Já. Það ekki? Þannig að svona, þið situr eftir hjá þér að þú lærðir hvað allar mikið af plánetum heita. Já. Já. Það er til dæmis Venus og Júpíter, Merkúríus, Úranus, Satúrnus, Neptúnus og ég geti haldið endalaust. Endalaust, vá. Og hvað finnst þér svona mest töff plánetan? Ætti það sé ekki Neptúnus og kannski líka Venus og Mars. Og bara allar. Og hvað er á Neptúnus? Nú veit ég ekkert um það. Neptúnus er eiginlega lengst frá sólu, þannig það er eiginlega frekar kalt og það er ekki hægt að sjá jörðina. Ok. Og sóluna frá því. Ok, cool. Gaman að heyra þetta. Þetta er frábært. Takk fyrir aðeins að leyfa okkur að forvitnast meira þetta verkefni. Takk fyrir.